Ég ætla að tala atvinnugreinar hér í dag sem tengist í raun svolítið persónulegum böndum. Ég nefnilega alin upp á bóndabæ í Sólheimahjáleigu austri í Mýrdal. Bærinn stendur undir Mýrdalsjökli, við sandeldurnar á Sólheimasandi, undir eldstöðinni Kötlu. Ég alin upp á Mörkunum, þar sem hvítur jökull mætir svörtum sandi. Heima fékk ég að taka áhættur. Ég lærði að axla ábyrgð og ég var frjáls. Og það eiginlega svo tilfinning sem ég held hvað fastast í úr uppvextinum. Frelsistilfinninguna sem barn í sveit var að upplifa. Því svo byrjar fljótt að draga úr henni þessari frelsistilfinningu, ekki satt. Maður þess fullviss sem unglingur að frelsið aukist með aldrinum, en svo kennir samfélagið okkur ómeðvitað að það í raun öfugt. Man kennt að margt sé takmörkunum háð og okkur kennt að sætta okkur við suma hluti eins og þeir eru. En ég ekki þar. Ég nefnilega dálítill uppreisnarseggur og kannski verða umhverfið í uppvextinum, öfgarnar í náttúrunni, kannski verða íslenska forlagahyggjan. Ég veit það ekki, en ég veit að ég vil berjast fyrir meira frelsi. Ég vil meira frelsi því ég trúi því að frelsi sé alltaf fallegra. En hvernig tengist þetta atvinnugreinunum sem ég ætla að tala hérna í dag? Landbúnaði, sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Byrjum á landbúnaði. Staðan í dag þannig að það fer allt of mikil orka og fókus í stagl. Stagl á milli þeirra sem vilja engu breyta og milli þeirra sem vilja öllu breyta. Og stundum líkt og staglið verði markmið og niðurstaða í sjálfu sér. Við verðum að taka 1 skref aftur á bak. Jafnvel 2. Því að þá blasa við okkur tækifærin. Við eigum að beina orkunni í að hugsa íslenskan landbúnað inn í framtíðina. Inn í 21. öldina. Tækifærin. Áhugi á Íslandi þessar mundir gríðarlega mikill. Í því felast tækifæri fyrir íslenskan landbúnað og við eigum að grípa þau. Fjöldi ferðamanna hefur aukist ótrúlega, en í mínum huga algjörlega kýrskýrt að ferðamenn alveg mikilvægir neytendur íslenskra landbúnaðarafurða og við Íslendingar. Þeir meira að segja mun fleiri en við. Og þessu fylgja gríðarleg tækifæri. Þetta neytendur sem við verðum að kynna fyrir afurðunum okkar með það markmiði að þeir neyti þeirra líka þegar þeir koma heim til sín. Og við eigum að markaðssetja afurðirnar okkar með þetta í huga. Við eigum að hugsa stórt. Hvenær hafa við líka tækifæri blasað við íslenskum landbúnaði? Aldrei. Ég leyfi mér að fullyrða það. Aldrei. Og við eigum að grípa gæsin á lofti og nýta meðbyrinn sem í því sem felst til að blása íslenskum landbúnaði inn í framtíðina. Og til þess að auðvelda bændum að nýta þetta tækifæri, verðum við að einfalda kerfið. Einfalda regluverkið og auka frelsi bænda til að bregðast við eftirspurn. Það á að vera sjálfsagt að geta selt ferðamönnum beint frá bíli. Og við eigum að einfalda kerfið þannig að bændum sé gert auðveldara að breyta yfir í lífræna framleiðslu. Og við eigum að auka frelsi bænda til athafna. Og Viðreisn talar fyrir því. Ég tengist sjávarútveginum kannski ekki alveg eins nánum tilfinningaböndum eins og landbúnaðinum. Og þó, Íslendingar komast eiginlega ekki upp með annað heldur en að læra að elska gjöfulmiðin sem umlykja landið okkar. Við heppin hér á Íslandi.
Við eigum gríðarlega öflugan sjávarútveg. Ein megin áskorunin sem blasir við útveginum sú að hann mun ekki skapast sátt fyrr en að ráðist hefur verið í nauðsynlega kerfisbreytingar. Það staðreynd. Og við verðum að vinna með það. Og Viðreisn hefur kjarkinn til að leiða þessar breytingar. Sjávarútvegurinn getur gert meira til að styðja við framþróun í þeim byggðum þar sem kvótinn upprunnin. Og honum ber samfélagsleg skylda til að gera það. Enda að ræða arð sem sameign þjóðarinnar. Það nauðsynlegt að byggja upp traust og stöðugt rekstrarumhverfi sem almenn sátt ríkir Viðreisn talar fyrir markaðslausn í sjávarútvegi. Þannig fæst sanngjarnt afgjald fyrir aðgang á auðlindinni og umgjörðin auðlindina atvinnugreinina verður stöðu til frambúðar. Og sjávarútvegurinn, hann hlýtur að vilja taka þátt í því með okkur að loka þeirri gjá sem að myndast hefur á milli greinarinnar og þjóðarinnar. Hann hlýtur að sjá hag sinn í því að vinna með okkur að lausn sem að tryggi stöðuleika til frambúðar. Leið og þjóðin fær öll að njóta góðs af þeim arði sem að greinin skilar. Ég kom inn á ferðaþjónustuna áðan í tengslum við landbúnaði því að auðvitað haldast þessar greinar í hendur og í mínum huga það raunar samofnar. Amma mín var nefnilega ein af fyrstu ferðaþjónustubændunum á Íslandi og heima hjá mér ferðaþjónustan búgrein sem rekin meðfram sauðfjárræktinni. Ég því alin upp við að deila baðherbergi með útlendingum sem sá í herberginu við hliðina á mér, í gamla herberginu hennar mömmu og í herberginu hans Nonna frænda og þetta var allt mjög heimilislegt. Morgunmatinn snedduði síðan í betri stofunni hjá ömmu og þá var ég að hafa hljótt mig og ég mátti ekki trufla það. En síðan þá hefur þetta verið gjörbylting í greininni. Við erum komin á þann stað að ferðaþjónustan þarf að fá þann sess sem að henni ber sem einn af grunnatvinnuvegunum á Íslandi. Við verðum að halda vel utan greinina og þá aðila sem að þjónusta gestin okkar. Ferðamenn koma til Íslands til að njóta einstakrar og óspilltrar náttúru. Þeir vilja upplifa frelsið sem ég kom inn á hérna í upphafi. Og til þess að tryggja það að Ísland verði áfram eftirsóknarverður áfangastaður inn í framtíðina, verðum við að ráðast í nauðsynlega innviðuppbyggingu. Við þurfum að passa upp á öryggismál. Vegagerð og viðhald, löggæsla, gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu og góð farskiptaþjónusta allt land eru nauðsynleg í þessu tilliti. Og þá verðum við að vernda líka viðkvæma náttúruna fyrir of miklum átroðningi. Og hérna aðgangsstýring lykilatriði. Hérna jafnframt nauðsynlegt að fólk sé á sömu blaðsíðu. Við séum öll á sömu blaðsíðu. Ríki, sveitarfélög og hagsmunaaðilar. Við þurfum að tryggja að allir fái sanngjarnan skerf af þeim tækifærum sem skapast af ferðaþjónustunni. Þetta í rauninni ótrúleg staða sem við erum í. Það eru tækifæri allstaðar. Tækifæri til að gera gott betra. Tækifæri til nýsköpunar og þróunar. Tækifæri til að byggja upp raunverulegt velmegunarsamfélag. Þar sem allir eiga möguleika á að blómstra. Og í því frelsið fólkið að allir fái blómstrað og það eigum við að fóstra því að frelsið alltaf fallegra.